Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Nú ætlum við að ræða flutning á rafmagni. Nú var kannski ekki spennandi, en það var nú spennandi hérna fyrir skömmu síðan þegar slökknaði á Íberíuskaganum öllum svo til. Rafmagni fór út á Spáni og Portúgal og var bara ansi lengi að koma í gagnið aftur. Og það nú svona ennþá getgátur það, hvað það sem var þessu valdandi. Það var nú fljótt afskrifað þarna verið hryðjuverk, en það datt fólki fyrst í hug af því að þetta var svo stór atburður og sem hafði mikil áhrif náttúrulega í samfélaginu. En til að ræða þetta og hvort að við getum náttúrulega ekki haft stórt vandamál því að það eru milljóna tugi sem að búa á Íberíuskaganum, en hvort það sé eitthvað í okkar kerfi sem er jafnt viðkvæmt og kerfi þeirra þarna suður frá eru hingað komnir. 2 starfsmenn Landsnets, það er Jón Skafti Gesson sem er hagfræðingur og Árni Baldur Möller sem er verkfræðingur. Herðu, hvað akkur er slökknað á rafmagninu á Íberíuskaga? Jú, það er ennþá verið að greina þetta og samevrópsk samtök flutningsfyrirtækja munu sennilega gera ítarlega úttekt á þessu bara til lærdóms og nánari skilnings. Þannig að ég get nú bara talað þær staðreyndir sem eru þekktar í málinu og það er meðal annars það að þegar þessi atburður gerist þarna morgni 28. apríl þá eru 70% af þeirri orku sem er framleidd inn á flutningskerfi á Íberíuskaga eru framleidd með vindorku og sólarorku. Og það er staðan þegar þessi atburður gerist. Svo verður... Það er ekki vanalega þó það? Þetta er svona með meira móti en þetta víða er nær hærra hlutfalli eins og frændur okkar Danir, þeir státa sér ofta því að þetta hlutfall fer vel yfir 90%, þannig að þetta er svo sem alveg þekkt. En ég var bara að velta að vera með hvort að það sé sveiflur í því þarna suður frá, hvort það sé stundum í 70, dettunir í 50, er það vandamálið? Já, það náttúrulega fer eftir bara þú veist, náttúrulega sólin skín bara hérna yfir hádaginn, vindurinn náttúrulega fer eftir náttúrulega bara lögmálum sem við ráðum ekki við. Þannig að þetta svona lagðist svona saman og Spánverjarnir eru náttúrulega með kolaorkuver sem að jafna út þessar sveiflur, komin á móti eftir því sem að það dregur úr eða eykst. Og þá draga þeir úr framleiðslu í kolaverunum? Já, sem sagt fría orkan er látin ráða för svolítið, sko. Svo náttúrulega eru þeir með innflutning frá Frakklandi. Nei, þeir eru með útflutning til Frakklands þegar atburðurinn gerist. Það er náttúrulega umfram framleiðsla, þannig að Frakkarnir eru þá að kaupa af Spánverjunum og við þennan atburð þá snýst þetta við. Það náttúrulega verður tímabundinn innflutningur til þess að reyna að halda kerfinu uppi og lifandi. Má ég skjóta spurningum á milli því að ég reyna að skilja þetta. Þetta er eitthvað kerfi sem ég skil ekki. Ég myndi halda það að ef að þú ert að framleiða vindorku að þá bara setur þú vist inn á kerfið og ef að þú framleiðir allir meira þá bara slekkur á einhverjum vindmyllum eða eitthvað slíkt. Það sé svona skammtaðunarkerfið, það sé ekki svona opið að bara fljóti rafmagni sem að verður til, fljóti inn á kerfið. Já, það er náttúrulega bara af því að það náttúrulega er engin eldsneytiskostnaður og þá náttúrulega menn reyna að halda niður í náttúrulega verði á raforku með því að framleiða úr ódýrustu orkugjöfunum sem er boðið. Það þykir fjárhagslega hagkvæmt fyrir þjóðarbúið að þegar að vindurinn blæs og þegar sólin skín að bara dæla eins miklu hægt inn á kerfið. Já, náttúrulega sko líka, þú veist, loftslagssjónarmið ráða hann að fyrir líka. Þannig að þetta er náttúrulega bara leggst á eitt að eins og einhver sagði svona í eftirleiknum, einhver sniðugur sagði að raforkukerfið á Íberíuskaga var ekki lengur rekið á verkfræðilegum prinsipum, það var rekið á hreinum optimisma. Þannig að þetta var bara bjartsýni.
bjartsýni bara. Þannig að og annar sagði að raforkukerfinu á Íberíuskaga það þessi trundi ekki því var hreint. Með hverju hreint? Sko, málið það að... Og ásaka, ég spyr þessu í þessi 12 ára vegna þess að þegar rafmagni fer þá fer ég bara niður og kveiki og slekka á örygginu. Já, ég ætla svo sem hér koma og En við langar að skilja þetta skiptir máli. Já, sko, málið það að munurinn á sólarorku og vindorku það að þetta er það sem heitir sem sagt á ensku inverter-based orkugjafar sem þýðir að þeir leggja ekki til það sem heitir kerfisstyrkur. Þú getur séð fyrir þér hefðbundna vél sem framleiðir orku úr jarðhitaða vatnsafli sem snýst svakalega þungur massi sem snýst. Þetta er það sem gerir sem sagt hefðbundir raforkukerfi sterk til að standa af sér áföll. Að því að svona vélar geta sveiflast til og jafnað álag. Vindur og sól gera þetta ekki. Ekki allavega á nógu þroskaðan máta eins og við þekkjum það í dag. Það náttúrulega verið að reyna að þróa lausnir sem að leysa þennan vanda, en hann er ekki að full leystur af því að vindorku og sólorku þróun er búin að vera í gangi í Evrópu og allan heim í sko áratugi núna. Þannig að það eru þarna inni svona rafbúnaður sem kom inn í rauninni svona þessu infancy stigi sem að er ekki alveg komið á þann stað eins og nýrri lausnir eru í dag. Þannig að þetta lagðist bara á eitt en ég er ekki að fullyrða að þetta hafi verið það endilega sem var eitt af verki. Það getur líka hafi verið eitthvað í verklagi þarna hjá raforkuflutningsfyrirtækinu á Íberíuskaga, eitthvað sem var sett ábótavant, eitthvað svona rótvandans. En svoleiðis mál þau er ekki allavega enn sem komið komin í ljós. Þannig að staðreyndin er svo að þetta var staðan á kerfinu þegar það hrundi. Svo verður einhver atburður sem ýtir á stað einhverju spilaborg. Þannig það fellur hægt og bítandi, er ekkert hægt. Það fellur eitt af öðru, sko. Það sem gerist, kannski ekki ásvipað því sem gerist hjá okkur 2. október, þegar það sló út hjá Norðuráli og það skemmdi heimilistæki almennings á Mývatni, að þá er það röð atvika sem verður til þess að atburður sem venjulega áallega verið í lagi, hann hindrast að keðjuverkun sem hefur síðan ófyrirség áhrif og með þessum slæmu afleiðingum. Og þetta er vaxandi hætta þegar við erum komin með flutningskerfi sem eru komin mjög nálægt fræðilegum hámarks afkostum sínum. Burðargetu, eitthvað svona. Já, bara burðargetu og stöðuleika getu líka. Því það er eitt hvað það getur flutt í sjálfu sér hana. En af því að við erum að tala um þessi dómínó áhrif sem verða þegar eitthvað kemur upp á í flutningskerfinu, þá er mjög mikilvægt að það séu aðra leiðir fyrir rafmagni til þess að komast í notkun eða komast á leiðarenda þegar, og ég segi þegar, einhver búnaður bilar. Þannig að það er alveg ljóst að allir búnaður með einhver tíðan bila, eitthvað kemur upp á. Og staðan sem við erum komin upp, sem er komin upp í íslenska raforkukerfinu og er búin að vera augljóst lengi að stefnir í, er að við höfum ekki lengur nægilega góða getu til þess að bregðast við áföllum. Við erum að kreista það mikið í gegnum kerfið okkar í flutningi. En svo áviðum mikið okkar kerfum, eða áviðum bara heilbrigðiskerfið og fleira. Þetta er allt í lagi á góðum degi, með leið og kemur faraldur eða kemur eitthvað stórt slys og þá fer allt í steik. Já, og þessin er svo feikilega mikilvægt að við höfum
flutningskerfi sem ekki skorið við nögl. Þannig að þess að kostnaður við truflana eins og þannig var það á Íberíuskaga per orkueiningu 100 sinnum hærri heldur en fólk að borga fyrir raforkuna. Og ef hann vex síðan líka með tíma. Þannig að ef við tökum klukkutíma rafmagnsleysi landið allt, þá myndi það jafnaði kosta svona 1,3 milljarða, sem auðvitað verulega peningur. En ef við lendum í 4 klukkutíma rafmagnsleysi, þá erum við komin upp í 160 milljarða fyrir landið allt. Þannig að þegar við lendum... Ég spyrja af hverju vex þetta svona hratt? Sko það er nú eitthvað með sambandi við Íberíuskagann, það var nú verið að benda bara á að kælar og frystar í heitu landi, að það hefði óheyrilegt magna mat eyðilagst þarna á þessu sólarhring. Já, það er til dæmis eitt, sko. Þetta er verulega skaði fyrir heimili, en sko hér á landi er það stærsti skaðin eftir 4 tíma vegna skemmda á framleiðslutækjum álvera. Það myndi storkna í framleiðslukerjunum og þá myndi það myndi taka marga mánuði að koma framleiðslunni aftur í gang fyrir utan bara kostnaði við það að búa til nýja íhluti í þessa framleiðslulínu. Ég get ekki alveg farið nákvæmlega ofan í hvernig það allt gengur fyrir skref, en kostnaðurinn er að þessu leyti. Og ef tíminn er sinna lengri, sérstaklega þetta er að vetri til, og þá sjáum við það sem var að gerast í Reykjanesbæ þegar að komi þegar það var eldvirkni sem tók út hitaveituna. Það var dæmi svona það sem var dreifikerfi eða flutningskerfi sem hefði átt að vera öflugra en var gott fyrir góðan dag en maður þoldi ekki svona ástand. Nei, þoldi ekki þetta áfall. En þar var allur húsakostur Reykjanesbæjar í hættu. Ef húsin kólna í ákveðin tíma eða fyrir niður fyrir ákveðið, þá getur orðið verulega skaði á húsakosti sem hleypur á milljónum króna fyrir hverja fjölskyldu. Þannig að bæði er það þannig að það er rosalega mikilvægt að við lendum ekki í truflunum sem valda rafmagnsleysi, en þótt að það verði, því það verður alltaf einhvers staðar, þá er það líka rosalega mikilvægt að við getum haldið tímanum sem það ástand varir í lágmarki. Já. Þarna eru kannski komin að það geti verið hagfræðileg ástæða fyrir þessu eða efnahagsstefnuleg ástæða fyrir þessu. Það er þið vinnið á Landsneti sem er opinber stofnun, var í gamla daga, en núna er ekki svona sem fyrirtæki og þó svo hafi ekki verið einkavætt, það hafi verið svona fyrirtækjavætt orkuöflun, flutningur og dreifing. Þegar það gerist þá er að flytja inn stjórnunarhætti fyrirtækina sem eiga að skila eiganda sínu sem mestum arði, það er þeirra sjónarmið, á meðan að stofnunin kannski átti að byggja upp kerfi sem var þjóðhagslega hagkvæmt eða þjóðhagslegt öryggissjónarmið sem að kannski fyrirtækin get ekki borið. Nú veit ég ekkert hvort þetta sé raunveruleikir hjá Landsneti eða ekki, en þannig það er afleiðing sem getur orðið. Þannig að segjum að eins og Landsnet, það borgar sig aldrei fyrir Landsnet að styrkja dreifi flutningin fyrir norðan, vegna þess að ávinningurinn af því er ekki nægilega mikill. Þannig að skaðinn getur orðið að það slær út og það getur orðið þessi skaði sem þú ert að benda á. Miðað við það þegar þetta var kannski stofnun og var litið út á þjóðhagslegu eða þjóðöryggislegu sjónarmiði, að þá hefði verið kannski eitt þessum 30-40% auka kostnaði við að hafa kerfið þannig að það þyldi meiri áföll. Fyrirtækikerfin ráða síðu við þetta. Er verið að ræða að þetta geti verið ástæða þarna suður frá? Það er svona einkavæðing og þessi alls konar aðilar inn í kerfinu sem eru náttúrulega bara að reka og reyna að gera vel fyrir sína hluthafa, en kannski heildarmyndin hún hangir alla saman lengur. Ég held að sé mikilvægt að halda því til haga að Landsnet er stofnað út frá raforkulögum og Landsnet gilda lög, þannig að við bara fylgjum lögum í okkar rekstri og okkar gjaldtaka
bara samkvæmt lögum og reglugerðum sem náttúrulega Jón Skafti kannski betri í að segja frá svona fjárhagslegu hliðum á rekstri Landsnets, en við erum líka ekki í lögum að þið megið ekki innheimta raunverulega leggja á þjónustuna nema eitthvað lágmark, segja eitthvað lágmark. Sko, við erum á svokallum tekjumörkum sem þýðir það að það er búið að skammta okkur hámarksleyfilega tekjur. Og þessar tekjur innheimtum við í samræmi við notkun á kerfinu í heild sinni. Þannig að þetta markviss hönnun á tekjulíkani eða tekjuumhverfi fyrirtækisins sem akkurat hugsuð til þess að koma í veg fyrir þau vandamál sem þú ert að lýsa. Spurningi var náttúrulega hvort þetta hefur verið hluti af ástæðunni. Nei, það held ég ekki, þannig að þetta algengasta fyrirkomulag tekjuumhverfis í svona flutningsfyrirtækjum í hinu vestræna heimi. Það sem við höfum verið að díla við, eða það sem við höfum verið að fást við, ekki fjárskortur eða viljaleysi af okkar hálfu til þess að styrkja þessa landshluta. Skortur og fjárfestingar getu. Ja, það ekki vandamálið. Við erum tilbúin með fjárfestingar, uppbyggingarstefnu sem á að leysa þessi vandamál sem við erum að lýsa og þú ert að benda á leyfisveitingaferli. Sem hvað? Það bara sveitafélög, þau veit ekki framkvæmdaleyfi, það gengur illa að koma raflínum á skipulag. Núna fyrir, mig langar að segja viku eða 2 vikum, þá til að mynda að vera að hafna ósk Landsnets að stofna svokallaða raflínu nefnd, sem þá nokkurs konar samvinnu nefnd nokkurra sveitafélaga og Landsnets til þess að finna leið þessara lína sem fari gegnum mörg sveitafélög í gegnum skipulag og flýta þannig fyrir draga úr öllum þessum vandamálum sem felast í það þurfa að leysa skipulagsmál í sveitafélagi B og fara svo í A og svo C. Þú skilur mig. B í miðinni. Þú byrja þar og svo af því að það gengur best og svo fyrir A og svo kemur C og segir bara nei, við viljum alls ekki þarna, við viljum eitthvað sem passar enga með það sem að B vilja. Eitthvað leiti vandamálið að vilja alltaf fá rafmagn eða vill ekki hafa snúruna yfir sér. Já, og þetta hefur því miður stundum bara tafið uppbyggingu okkar verkefna áratugi. Suðurnesjalína 2 var það var byrjað að vinna í henni 2006 hét þá Suðvesturlínur. Það tókst að byggja út í Hafnarfirði og svo var allt stopp restan leiðin út á Nes, Suðurnes. En má ég aðeins klára þetta, hefur eitthvað verið rætt þetta að kerfið þarna suður frá, sem svo orðið svo sundurlaust með að séu svona ólíkir aðilar sem eru að framleiða og ólíkir aðilar sem eru að dreifa og enginn hafi raunverulega hag af því að byggja upp kerfi sem verður ekki fyrir svona áföllum. Já, það er svona eins og þú sagðir sérst áðan að öll kerfi virka vel á bara svona, þú veist, meðaldegi, Ég held að vandamáli sé það að flutningskerfi raforku eru sem sagt fyrirbæri sem að hafa kannski ekki fylgt eftir þróuninni í þessari nýju orkuöfluna tækni. Og það er bara búið að vera brýn þörf fyrir að fjárfesta í þessum innviðum af því að sem sagt víðast hvar þá eru þessi kerfi bara orðið númer og lítil fyrir þær sveiflur sem að fara þessi kerfi þegar það verður logn á einum stað og vindur á öðrum og síðan snýst þetta við þá bara það er bara meiri áraun af þessi kerfi og þau eru bara orðin númer og lítil. Ég get alveg lofaði því að Spánverjar búa við mun svona þéttara kerfið, svona með þéttari möskva eins og við köllum það. En þetta bara sýndi bara að þau geta bara verið bara andskoti viðkvæm. Þannig þá er þróunin svo að það er pólitísk stefna að ýta undir framleiðslu á vistvænni orku, sól og vindi.
og það fara allir í það að framleiða og síðan eitthvað kerfi eins og ykkar sem á að taka við þessu og ber skylda að taka við því. Ef ég bý til 7 vindmyllur upp á Vatnsendahæð þá verður þið að taka við orkunni. Ykkar kerfi og þetta getur leitt til þess að það sé eitthvað svona eðlisbreyting á rafmagninu sem kemur. Þannig að ykkar kerfi kannski ekki undir það búið. Kannski ekki alveg ljóst hvernig ætti að byggja upp kerfi sem ætti að þola svona rafmagnsframleiðslu. Það Því að þetta svona, stjórnvöld þurfa að setja sér markvissa stefnu það hvernig uppbygging á vindorku og öðrum sambærilegum orkugjöfum fer fram og það verður að vera gert út frá verkfræðilegum sjónarmiðum og það þýðir ekkert fyrir stjórnmálamenn eina á sér að sitja og móta stefnu þetta. Þannig að það þarf að koma inn sjónarmið þess sem eðlisfræðilega mögulegt og bara þarf að gera þetta varlega, bara skipulega og afmarka svæði, það er ein leiðin sko, Landsnet hefur það hlutverk að flytja raforku, þannig að við svo sem erum ekkert í þeirri stöðu að við eigum að segja nei við einn eða annan, þannig að Það er ekki leyfi til þess að það. Nei, okkur ber skylda til þess að... Þannig að ef ég var þessar 7 vindmyllur og þið verður bara að taka við rafmagninu og ég framleiði svona mikið í dag og svona mikið á morgun og þá verður bara Landsvirkjun líklega að fara að skrúa niður í Búrfellsvirkjun og þá kannski þessar 7 vindmyllur okkar mínar dugi ekki til þess að vera svo mikið. En það einhver sem með svona festan í kerfinu sem verður þá bara að draga úr sinni framleiðslu ef hann á ekki að valda skaða. Já, eða notendur á móti og það sko Hvernig notendur? Já, til að mynda stórnotendur sem stórnotendur nota á Íslandi yfir 80% raforkunnar. Það þýðir að hlutfall stórnotenda til almennunotenda 4 á deginum. Ef þú myndir lækka þarlegandi raforkunotendum og stórnotendum á okkur augnabliki 1%, þá getur við hækkað notkun almennunotenda 4%. Þannig að þegar myndast eitthvað svona staða í kerfinu þar sem við erum komin í einhverja þröngum það hvar við ætlum að afhenda orkuna, þá er rosalega mikilvægt að það séu einhverja sveigjanleika lausnir í boði. Það stórnotendur verið þannig, þeir eru með samninga umframorku, það ekki? Þannig að þeir í lága verðinu þeirra er bundið inn að þeir verða að þola einhverja sveiflur. Þannig að þeir eru svona buffer. Já, það er á stærri skala, það er svona þegar það verður lélegt innrennsli í lóna því að við náttúrulega erum bara eyja sem hefur enga samtengda nágranna, þannig að við getum ekki hringt í vin eða vantar orku. Þá er okkar úrræði hér að byggja inn í þessa samninga við stórnotendur, segi við sem þjóð, að þeir þá gefa eftir sín orkunotkun og það er eins og þú segir, það er þá innbyggt í það verð sem hefur verið samið Önnur úrræði höfum við ekki og það er verið að vinna bara í þessum töluðu orðum í því að skilgreina úrræði hvað gerist ef við lendum í þeirri stöðu að það er búið að fullnýta þessi ákvæði og við stöndum frammi fyrir því að það vantar ennþá orkun í kerfið af því að það hefur ekki verið sett í gang ný virkjun í síðan bara Þeistareykjavirkjun í þeirra áfyrir og það eru plön að setja vindmyllur út allt einhverjir þjóðverjar í dölunum og einhverjir engengar þarna og allir þetta er svona stemming það er svona, ég sé ekki gullæði en það eru margir sem eru að horfa á það og meðal annars út af því að þið verðið að taka við rafmagninu inn á kerfið. Já, en við skulum samt passa okkur á því að það er tryggt í okkar umhverfi að við megum ekki láta kostnað við það að tengja einhver nýjan aðilegin hækka flutningskostnað til annara. Þannig að ef það kemur einhver og ætlar að setja upp 10 vindmyllur út á Langanesi þá er hann að bera umfram kostnaðin af þeirri tengingu. Að komast inn í hringin á ykkur staðar. Já. Það getur verið mislangt í hann. Já, þannig að það er hvati í kerfinu okkar til þess að virkjanir staðsetja sig á hagkvæman hátt. Fyrir svona nálagt dreifing. Bara þjóðhagslega hagkvæman hátt, bara þannig
nálægt flutningskerfinu eða einhverjum sem getur tekið við þessu. En ég bara, að því að nú mikið talað vindorkuver og ég viss og svo veit ekkert hvar þau eru stödd, sko. Landsvirkjun var að byrja framkvæmdir eitthvað bara nýlega. Með að við hafa búið að vera að tala þetta á Langanesi og í Dölunum og ég veit ekki bara að ég lút allt land. Að kerfið eiginlega eins og ég var að lýsa að ég má búa svoleiðis til ef ég fæ samþykkt í sveitarfélaginu og umhverfismat og ég borga snúruna yfir til ykkar og þá byrja ég að framleiða. Og það bara almennt bara góð tíðindi fyrir ykkur. Eða mun það leiða til þess að það þurfi að vera eitthvað breyting á dreifikerfinu ykkar af því að það orðið stærra hlutfall af svona óstabil orku eða svo mikið af vatnsorkunni hjá okkur að þetta verður ekki vandamál næstu 20 árin. Það eru takmörk fyrir því hvað hægt að spýta inn af vindorku inn í kerfin þar sem þeir eru veikust. Þannig að við miðum við skammhlaups hlutfall, ég veit kannski aðeins of djúpt sem við farin hérna, en sem sagt ef við erum að tala svæði eins og á Langanesi eða í Dölunum, það eru svona frekar veikistaðir, þannig að það eru alveg skýr eðlisfræðileg mörk fyrir því bara verkfræðileg grundvallaratriði sem að þarf að horfa til þar, þannig að það þurfa að koma til styrkingar á flutningskerfinu, þannig að flutningskerfið er í rauninni stoppari í dag á það sem við getum gert en hérna eins og hefur oft verið talað vindorka getur orðið þriðja stoðin okkar en það þarf bara að gera þetta bara mjög strategískt og bara setja sér stefnu þetta, þannig að allir vindorkukostir sem hefur verið að skoða endi ekki bara í bið bara aldur og ævi. Aldur og ævi, Það skiptir líka máli, það sé ekki öll vindorkan á einum stað. Því, vindurinn þannig að það blæs mismikið og eftir hvar þú ert. Það er næstu alltaf rókerna, Já, en mismikið þó. Og þegar kannski temmilega mikið rók, ef við orðum það þannig, á Austurlandi, þá getur verið hífandi rók á Vesturlandi og svo snýst það við þegar lægðarkerfið fer yfir landið, eða hvernig sem það nú er. Og þá mjög mikilvægt að það sé ekki bara allt á sama stað, þannig að þá fari allt raforkukerfið alveg á fullt með það hífandi rók og svo þegar það kemur minna rók þá fari öll vindorkan niður í bara algjöra lágmarksframleiðslu. Ég alveg, absolutt. Ég hef heyrt því held ég fram að til dæmis Landsvirkjun væri mjög góður eigandi að vindorkuveri þess að þeir geta stillt á móti framleiðsluna í vatnsorkuverunum. En ef ég væri með mínar vindmyllugarðir upp á Vassenda, að þá væri ég ekki eins svona góður af því að ég bara skaffa svona mikið rafmagni núna og svo minna og þannig að það er svona erfiðari eining. Já, við erum enda komin inn og svolítið hálarbrautir, Ég er bara að spyrja ykkur af því að eitthvað sem ég hef bara heyrt. Í samkeppnismálum, þannig að það er þó spurningum ef þið vantar orku til þess að sveifla á móti vindorku, hver á þá að skaffa hana? Landsvirkjun í stöðu markaðsráðandi aðila og ég held að það sé best að vera ekki að segja mikið í því núna fyrir okkur sem störfum í Landsneti. Þetta er ákveðið vandamál sem það auðvitað lýsa. En ef við verum að horfa bara út frá svona öryggi og þá getum við sagt að já, þú mátt alveg reisa vindmyllur en þú verður að hafa einhvern jafnara, Þá verður bara að kaupa þeirri vatnsorkuveri líka eða reisa það. Þetta er sjónarmið alveg sem það getur verið. Þetta er bara eina af þessum bara tæknilegu áskorunum sem fylgja nýjum lausnum, það er með að segja líka að það eru líka fólkin í þessu ákveðin tækifæri, en það þarf bara að eins og ég segi setja stefnu. Stórmarkaðurinn segir þetta ef þú ert byrgi og þú segir að ég get komið rosalega mikið af fiski þarna í febrúar, mars og apríl en svo kemur ég ekkert með í maí og þá segir byrginni að þú verður bara að redda því, ég get ekki verið með bara tómar hillur þegar þú kemur ekki, en þú verður bara að skaffa jaft vöruframboð
En það sko, maður getur fryst fisk, en Ekki rafmagn. það vissulega hægt, en það þeim mun dýrara, það heitir bara rafhlöður sko. En náttúrulega besta rafhlaðan okkar raunverulega uppistöðulón sem þá nokkuð skona náttúrulega leið til þess að geyma orkuna áður en henni umbreytt í raforku. Það miklu ódýrari leið heldur en að geyma raforkuna sjálfa. Það ekki hægt að geyma raforku en er ekki hægt að sturta henni af kerfinu? Það náttúrulega gert með rauninni framhjórensli í vatnsvegum virkjana sko. Þannig að þegar það umfram, þegar lón að flæði yfir, þá náttúrulega bara hleypaði fram hjá stíplum og þá bara rennur þetta rauninni ónýtt vatnið, sko. Þannig það ekki búið til rafmagn. En þegar kemur rafmagn inn í kerfið hjá ykkur og verður of mikið eins og er möguleiki eða hafi á sér staði, það ekki svona tappi sem að þið skrúið af og hellir rafmagninu? Nei, það bara minnkar vinslu í Ég bara hóta þér, ég spyrir svo 12 ára sko. Í rafölum á meðan sko. Þannig það getur orðið vandamál að vera of mikið af rafmagninu á kerfinu. Ef að menn skrúa of mikið niður í rafölum vatnsaflsvirkjana, það náttúrulega enda með því að lónin verða alltaf full og þau náttúrulega bara hafa ákveðið lónrými, þannig að þá það bara að hella fram hjá. Þá nýtist ekki svo orka, en þú veist, eins og ég segi, það bara að gera þetta strategíst. En það er líka, þetta eitt af vandamála sem kemur upp þegar það kom upp eitthvað bilanartilfelli í kerfinu, að þá þarf að finna einhverja svona lausn á því að þá skiptum við oft landinu í 2 hluta. Þá það sem sagt allt sem austan við Blöndu, eða ekki? Jú. Og austan við Þjórsárssvæðið sunnan frá. Það rekið í í einum hluta alveg sjálfstætt og hitt hér alveg sjálfstætt. En þá verður þeim mun erfiðara þegar þessi skipting á sér stað að halda jafnvægi í kerfinu. Því það þarf alltaf að vera jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í raforkukerfum. Ef hún fer eitthvað aðeins úr jafnvægi framboð eftirspurn, þá kemur útsláttur eða rafmagnsleysi og eða það sem gerðist hjá okkur annan október að rafmagnu finnur sér einhverja leið sem það á ekki að fara. Annan október var það í gegnum heimilistæki á Mývatni. Og sprengir þá eitthvað svona... Já, sprengir bara örygginu og eyðileggur tækinu og allt það. Þess vegna frekar slegið út heldur en að... Já, þá eru spennusveiflur sem eru til þess að þessar rafmagnstöflur í Mývatnssveitinni og heimilistæki voru að brenna yfir. Það var bara spennan, bara einfaldlega orðin of há á innstungunni á þessum heimilum. Vegna þess að þið get ekki skrúa frá einhverjum krana og tappað rafmagni af kerfinu. Já, það engin eldingavar í kerfinu sem leiðir þetta bara niður í Ég er svo gamall að ég man eftir því að rafmagni fór út á aðfangadag af því að það var bara ómikil eftirspurn. Ómikið eldað. Og það er bara fyrstu jólin sem ég man eftir mér, ég held að það verið komið fram yfir 1970 þetta hætti, alltaf þess ekki bara tengt Búrfellsvirkjun. Ég held að þetta hafi verið á þeim tíma sem að Sognsvirkjanir voru að sjá Reykjavík fyrir rafmagni og þær voru farnar að vera númer og litlar fyrir það verkefni og eins og þú vísar í þá þegar Búrfell kemur inn þá lagast heilmikið en ég hef líka heyrt að húsmaðurinn var skammtaður tími við eldavélina eftir því svona til svæðum. Það er bara það sem er svona síðasta úrræði í dag við runni við algjörum útslættið. Það er bara þetta sem heitir rolling blackouts. Þá bara rífur straum inn á bara ákveðin svæði. Bara þú fær ekki í 2 tíma, þú fær ekki í 2 tíma en við bara vonum að við lendum ekki aftur á þeim stað. Þetta er svo langt síðan að hann sagði húsmaðurinn var skammtað sem er líklega ekki tilkynnt frá Landsnet í dag. Nei, alls ekki. Ég elda nær allan matími á mér bara og hann bara og það. Svo ég aðeins skilja því að þú sagðir áðan að þegar kerfið fer niður á Spáni að þá soga þeir rafmagn frá Frakklandi, að þá eru þeir byrjað að flytja rafmagn. Það vantaði ekkert rafmagn á Spáni, það var eiginlega frekar of mikið af því. Af hverju kemur þá rafmagn að utan? Það þarf að fara út vinnslueiningar á Spáni, það verður bara vöntun. Náttúrulega
Var ekki frekar að vera Raforkukerfi eru stór og hérna flókin fyrirbæri, það eru þarna millilandatengingar sem að rofna. Ég er reyndar ekki alveg klár, ég ætla helst að halda mig við staðreyndir, en allavega þetta snýst við úr því að hérna ég ger ráð fyrir þarna séu búnir að hérna slá út vindmyllur frá kerfinu sko, og þá verður vöntun í mjög skamman tíma nota bene þangað til þetta rofnar, en við skulum halda þetta til haga að það var svo sem ekki alveg allt kerfi sem fór en megnið af því mjög lengi upp aftur sko. Ég held að það hafi verið ykkur 18 klukkustundir sem þetta var úti og hérna það sem að var vest sko, en sumstar var það bara 6 tímar eða eitthvað veist það ekki já, þess að ég var að hlusta á viðtalið fólk sem í Baskalandi þar sem það var bara stutt og... veist, og stutt 6 tímar er massíft sko, svæðin þarna næst Frakklandi þau gef ég mér á þess að ég hérna viti nákvæmlega málagustu hérna, þau komu fyrst inn að því að þau geta byggst upp frá sterka kerfin í Frakklandi en þess að á sama tíma og það voru 70% af orkunni á Íberíuskaga framleidd með vind og sól þá voru Frakkarnir sami við sig, þeir eru ekkert að horfa til nýra tækni, þeir voru að framleiða 70% með sinni gömlu góðu kjarnorku og ég veist, ef að staðan hefði verið svo sama í Frakklandi þá hefði bara hérna spilaborgin haldið áfram að hrynja sko. Hvernig þá? Líklega sko. Ég meina ef að þeir hefði ekki haft þennan stopp sem er örugg hérna. Já, þeir voru smá veggur, þeir voru með styrkin sem að kerfið á Íberíuskaga skorti. Þannig ef að Frakkarnir hefðu slökkt á kjarnorkunni eins og Þjóðverjarnir að þá hefði þetta haldið áfram út upp eftir allri Evrópu. Mögulega, ég er ekki að segja Nú er ég svolítið farin að tala um mínar eigin kenningar sko, því sem ég hef skoðað ég hef sér fleiri halda því fram sko eða leiða því líkur kannski Já, þannig að það lítur út fyrir það og það er náttúrulega eftir að koma út skýrslur málið að Frakkland hafi verið bara hafi verið í rauninni bara stuðpúði fyrir Evrópu Og flutningskerfin upp eftir allri Evrópu er ekkert betri heldur en á Spáni. Það er ekkert, vandamálin liggur ekki þar. Nei, raforkukerfin bara hafa ekki þróast í samræmi við þessar nýju áskoranir. Og ég held að það sé vandamáli, sko. Það er bara... þetta var bara mikil vitundravakning fyrir bara alla Evrópu að hysja upp þessum brækurnar í þessum innviðum sko, því að þú getur hérna þróa flotta og fína sko rafbíla fyrir 15-20 milljónir en á með vegakerfið er ekkert þróa til þess að bjóða upp á að aka hraðar en 90 þá nýtur ekkert eiginleika þessara flottu bíla skilur ég meina þetta er bara kerfin versus það sem að þau eru og þá það hlutar sem þau eiga sinna. Og þá þú að tala um að þau eru svona endurhugsaðu, það þurfa að vera, ég veit ekki, þetta heitir hjá ykkur svona stopperar að þetta slá ekki út eins og Dominó, líklega að hólfa það niður í minni, þannig að ef það kemur eitthvað vandamál að einangra það bara í Andalúsíu eða hluta Andalúsíu, þannig að það breyðist ekki svona út og það er eiginlega endurhugsa kerfin að sumuleyti. Já, við erum með búnað sem er ætlað að grípa svona skaðaminkandi fyrir þessi kerfi sem heitir bara varnarbúnað, kerfisvarnir og ég held að Íslendingar séu sennilega Evrópumeistar í því fæi sko. Ég held að við verðum að hætta að orða þetta svona þegar ég var að byrja í raforkugeran sem var fyrir 11 ára síðan þá fór ég á einhvern fyrirlestur sem fulltrúi Landsnets og var einmitt að segja að við erum Evrópumeistrar í kerfisvörnum og ég labbaði út og hugsaði, ok, gott, það er ekki gott sko. Það er allir mark sem það að það er komið í óefni. Þegar þetta er mætt í rauninni líka þess að við plástra sko. Við erum bara að plástra saman kerfið. Þú myndi vilja fá bara meiri orku inn á kerfið? Nei, ég vil fá meiri flutningsgetu inn í kerfið, fleiri línur, það er það sem við þurfum. Og það er ekki bara við, sko, svo því sem líka haldið til að haga. Að við höfum verið að tala um að við þurfum að tvöfalda efnahag Landsnets á næstu 10 árum. Við þurfum að fjárfesta fyrir 200 milljarða eða því sem næst í
nýjum línum og tengivirkjum. En í Evrópu er verið að tala jafnvel hærra hlutfall af fjárfestingum. Og það er einfaldlega vegna þess að þessi nýju orkugjafar, vindur og sól, eru háðir þeim eiginleikum að þeir eru staðbundnir. Þú getur ekki byggt þá bara þar sem það hendar. Ef þú ætlar að vera með gasorkuver eða kjarnorkuver, þú byggja bara okkur hentugum stað út frá kerfinu, þar sem, jafnvel nálægt borg. Svona hefur þetta alltaf verið. Þess vegna eru stóriðjuver inn í fjörðunum í Noregi vegna þess að þar er stutt í fallvatnsvirkjunina. Akkurat, þá flyturðu, þegar þú ert með svoleiðis tilfelli, eins og bara Alcoa, þá flyturðu verksmiðjuna á Austurland af því að það er betra tengjan þar heldur en að flytja rafmagni alla leið til Reykjavíkur ekstra þar. En það sem ég er að segja er að þegar þú skiptir úr gasi eða kolum sem byggir bara nálægt þungamiðju eftirspurnar, þá þarftu að byggja stærra kerfi líka þegar þú ert farin að vera með sól og vind sem er bara einhver staðar sem heppileg vindarstöð. Ef þú vilt ekki fá bara orkugarðana inn í borgina, þar sem að fólki er. Einu sinni var það þannig að Korpúlfsstaðir eru þannig að þá var kúabúið flutt að borginni sem var að vaxa. Og það er bara, við sjáum það líka bara á tengivirkjun okkar á Korpu sem ég man úr minna þegar við erum fannin að tala æskun okkar og minningur gamla þetta, það var ekstra út á landi. Núna er það bara við hliðin á Ylfu sem er bara allt önnur upplifun. En til þess að koma aftur að þessu er að það er allstaðar í Evrópu er þessi sama grundvallar áskorun sem felst í því að þessi kerfi hafa ekki byggst upp, flutningskerfin, þau hafa ekki byggst upp í takt við breytta tíma í raforkuvinnslu heimsins eða álfunnar. Og þá snýst þetta hluta til það að aukningin á raforkunotkun eða þörf verður meiri í borgunum eða bara í kringum þar sem að fólk býr og starfar. Frekar heldur en að eins og við vorum að tala Alcoa og þar sem er hægt að setja framleiðslutæki sem þurfa mikla orku, bara nálægt uppspreitt orkunar. Já, það er auðvitað þannig að það er vaxandi raforku þörf í borgum. Það er bara ýmislegt sem er að rafvæðast. En punkturinn sem ég var að koma að er að við þurfum lengri flutning af því að það verður að staðsetja vinnsluna lengra frá notendum. Og það þýðir einfaldlega bara stærra meira kerfi og svo líka það sem við vorum að koma áðan er að vindurinn blæs ekki á sama tíma allstaðar, þannig að þá þarf alltaf að tengja kerfin meira til þess að vindlindur geti stutt hvorn annan. Þannig að allt þetta mun leiða til bara þess nauðsynlega að það þarf að styrkja flutningskerfi allan heim ef við ætlum í endurnýjanlega orku. Það er svoleiðis með græna orkugjafa, þeir eru afar sjaldan staðsettir nálægt mannabústöðum. En þú getur staðsett ákveðna notkun nálægt, eins og oft talað rafeldsneyti. Alltaf er eitthvað sem er ekki langt komið svona í þróunarferlinu, en það er svolítið það sem þessi margumtöluðu orkuskipti snúa svolítið svona, þegar horft til heildarpakkans. Ég held að það hafi verið metin ábatinn af heildarorkuskiptunum á bilinu 200 til 1700 miljardar. Já, það fer mjög breytt bil eftir hvað fórsendum ég bara bilið er náttúrulega bara snýst svolítið það hvað við komum til með að þurfa að flytja mikið inn af því. Af því að ég held að það sé stóra breytan. Sú tækni verði þannig að það sé snjallt að framleiða hér, það getur vel verið að það sé bara eðlilega fyrir okkur hlutið til. Það er bara það þetta er þá til þess að knýja stærri bíla og skip og annað slíkt eða ekki? Jú, og svo getur verið að lendingi verði að við framleiðum miklu meira en við þurfum einni tegund af eldsneyti og flytjum það út og kaupum þá aðra tegund af eldsneyti frá einhverjum öðrum. En þessi tækni er ekki alveg komin, en það er kannski fullsnefnt að með stundum en tala svolítið fjálglega þetta. Er þetta ekki komið á skamt til þess að við förum að staðsetja? Þetta er ennþá bara,
sko á því stigi að þetta eru þróunarverkefni. Þannig að þú veist, það er bara verið að prófa þetta á minni skala, þú veist, áður en þetta verður skalað upp. Ég held að Norðmennirnir séu byrjaðar á einu slíku. Já, ég bara er ekki nægilega vel inn í því til þess að vera með það. Já, þeir eru alltaf snemma í öllu svo sem, en það er alveg rétt hjá þér, þetta er ekki komið þannig að við getum talað um þetta sem eitthvað sem við erum að fara að gera, en ég held að efnafræðilega og eðlisfræðilega er þetta hægt. Það þarf bara að finna leið til að gera þetta hagkvæmt á þeim skala sem þarf. Og þið til að þurfa að efla flutningskerfið á Íslandi? Já, það liggur alveg fyrir. Það er náttúrulega, já. Við höfum lent í svona áföllum fyrir norðan og sömuleyti mjög stutt í að við lentum í áfalli út af heitavatnsflutningum á Suðurnesjum. Já. Og við bara varum litlu. Og svo náttúrulega, svona mætti lengi telja, það óverið 2019 setta náttúrulega sýndi fram á það hvað kerfið okkar er í rauninni veikbúið og það átti nú aldeilis að slá í klárinn eftir það, en það eins og oft vill verða í raforkumáli, það lendi bara í einhverju það komst ekki í gegn, sko. Það er hugmyndir sem þá voru uppi. Við getum nefnt bilun á Vestmannaeyjastreng sem var fyrir 2-3 ár síðan. Því að þá þurfti þá var í rauninni sko allt efnahagslíf, bara allt atvinnulíf í Vestmannaeyjum var í óvissu í talsverðan tíma við það hvort að það þyrftir hreinlega að keyra bara alla Vestmanneyjar á dísilrástöðum þangað til við fengjum nýjan streng. Það var reyndar fundin afskaplega farsæl og snjöll lausn á því til bráðabirgða sem minnkaði skaðann mjög mikið. En það sýnir líka sko að því nú erum við búin að tala mikið það hvað er vont þegar kerfið er of lítið. En þegar við byggjum kerfið upp með einhverju smá rými, eitthvað aðeins umfram það sem akkurat þarf, eins og staðan er, þá skapast tækifæri til þess að gera eitthvað nýtt og búa til eitthvað nýtt. Því er eitt bara jafnóðum. Þannig að þú lendir mjög fljótlega aftur í sama vandanum. Já, þess vegna er ég að segja að þú verður að byggja aðeins stærra til þess að það sé ekki bara þannig að leiða einhver opnar einhverja smá og þá sé bara allt búið. Það sem gerist í Vestmannaeyjum, leið og við tilkynntum að við varum að leggja 2 nýja strengi út í Vestmannaeyjar til þess að auka afhendingargetu og afhendingaröryggi. Þá fer af stað ferli sem verður til þess að núna er þar landeldi í uppbyggingarfasa. Ég held að það sé nú með þess að búin að hefja rekstur. Já, nú kannski nýta eiginlega megnið orkunni sem kom til Já, þetta var einfaldlega ekki hægt í Vestmannaeyjum fyrr en þessa nýja tvítenging kom. Og þessa sögu höfum við séð vera að gerast aftur og aftur sérstaklega út á landsbyggðinni, þar sem kerfið hefur verið veikast fyrir, ef við hugsum 10 ár aftur í tíman, þá var ég sem ráðgjafi að vinna fyrir atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar. Það tala mikilvægi þess að bæta afhendingargetu á raforku inn á Eyjafjarðarsvæðið og þá sérstaklega fyrir Akureyri. Hólasandslína 3 kláraði tengingu frá Austurlandi inn til Akureyrar og áður en það var búið að spennisetja línu, það var ennþá verið að byggja hana. Þá var skrifað undir samning milli Akureyrarbæjar og Gagnavers at North að byggja upp gagnaver og gróðurhús sem nýtir glatvarmann frá gagnaverinu. Við sjáum það sama núna gerast, það var við aðeins lengri tími þar á milli, en það er mikil uppbygging í Ölfusi núna. Það var árið 2016 var það ekki sem Selfosslína kemur inn, að það er klárað að tvítengja Þorlákshöfn. Núna er þar gervigreindargagnaver og 2 fyrirtæki með landeldi. Öll þessi fyrirtæki þurfa á 2-faldri tengingu að halda upp á afhendingaröryggi sitt til þess að geta rekið fyrirtækin sín á þessar staðsetningu. Þannig að þegar við byggjum kerfið upp til þess að hafa eitthvað umframgetu, þá skapar það tækifæri sem rætast
með tíð og tíma. Stundum bara undir eins, eins og Akureyri eða Vestmannaeyjum. Stundum þarf það bara smá tíma til þess að raungerast eins og við sjáum á Ölfusi. Það ekki hægt að tala rafmagnsflutning á þess að fá samband við Vestfirði ábyrðu. Okkur geti ekki komið almennileg rafmagn til Vestfirða? Ég held að ég ætla að gefa Árna Baldri tækifæri að svara því. Já, þetta nú svolítið svona sögulegs eðli, það svona kannski best að vera ekkert með einhverjar ofstóra yfirlýsingar. Það ekki ánægð með ykkur? Nei, það er bara eins og það er, Þetta náttúrulega eru heilmiklar vegalengdir og veðurfarslega erfið svæði svona yfirferðar og tvöföld raflína frá megin flutningskerfinu eða frá megin hringnum, frá byggðalínunni og upp að Mjólká sem er svona þeirra eða svona tengistaður svæðisbundna kerfisins á Vestfjörðum. Það er mjög dýr framkvæmd og við skulum halda það til að haga að flutningsgeta línunar á Vestfjörði, hún er alveg töluvert meiri heldur en raforku notkuninnar en vandamálið eru þessi mál sem er að vísi á þeir, alltaf veður og vegalengdir. Við gerðum greiningu á tvítengingu kerfisins á Vestfjörðum í kerfisáætlunum okkar fyrir nokkrum árum af því að Vesturlína sem er lína sem tengir Vestfirði er hluti af meginflutningskerfinu og alla afhendingarstaði í því ber okkur samkvæmt stefnu stjórnvalda að tvítengja fyrir árið 2030. Þannig að við þurftum að finna lausn á málinu og við lítum svo á að tenging Hvalárvirkjunar inn á nýjan tengipunkt fyrir botni Ísafjarðardjúps það muni þjóna sem tvítenging Vestfjarðakerfisins þá kemur orka þaðan eða frá landskerfinu og við gerum ekki ráð fyrir því að báðar línur fari út samtímis. Svo verður í kerfi tvöfaldað vestur úr þessum punkti þar sem þessar tvær leiðir koma saman. En Hvalárvirkjun, verður hún? Við erum með í undirbúningi og komin í undirbúning að umhverfismati á línunum. En í framkvæmdaraðilinn þeir voru að lýstuðu yfir það ekki að þetta verið komið eitthvað salt fyrir 2-3 árum? Nei, þetta er komið á fullt aftur. Samkvæmt alltaf þeim samskipti sem við höfum áttu þess aðalega þá er verið að gefa í þarna núna. Þannig að þetta er hvað okkur snertir í undirbúningsferli og stemt að því að virkjunin verður komin í gang eftir 5-6 ár en það náttúrulega fer eftir hraða leyfisveitingaferla sem að bara reynslan hefur sýnt að er nokkuð svona þyrnum stráð leið en ef að Hvalárvirkjun síðan fellur úr skaftinu þá þarf Landsnet bara að finna aðra lausn á þessu máli. Já. Sem að getur verið ódýrari heldur en virkjunin ef maður metur náttúrugæðin sem að fara undir hana. Já. Það er kannski ekki ykkar að meta það. Nei. Það er kannski hægt að framleiða rafmagn með minni fórnarkostnað annar staðar. Þannig að það veri kannski allt eins gott að setja tvöfalda línu til Vestfjarða eins og að stundum að tala eins og það veri forsenda þess að veri gott. Svona maður sér ekki í hendi sér aðra lausn heldur en að það er þá tvöfalda línuna. Ef að ekki verður að Hvalá. En eins og segi, við tökum ekki afstöðu þess ef að sá sem er að þróa og reka áfram það verkefni segir við okkur að við skulum halda áfram okkur undirbúningi og það sé þannig bjartsýni þeim megin, þá við enga forsendur til að rengja það. Nei. Herðu, Jón og Árni, gaman að fá okkur hérna að tala raforkuflutninga. Ýmsar
hliðar á því. Tilefni var náttúrulega rafmagnsleysi á Íberíuskaganum sem að var erfitt að kveikja á aftur. Erfitt að koma kerfinu upp aftur. Það starra kerfi þýðir bara flóknari uppbygging. Það bara þannig. Kærar þakkir. En við ætlum að halda hér áfram með Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is